á Frelsi TV. Í þessum þætti ætla ég aðeins að fjalla leyndardóm tveggja punkta. Tveir punktar pælingin. Og ég ætla að reyna að sýna ykkur myndina. Þið vitið að það hefur verið eitthvað klikkeri á myndadeilingum en vonum að þetta virki hérna hjá okkur núna. En þetta hér vinstra megin er beinlína og þetta nú ekki alveg í samhengi í þessi myndrindar, þetta eitthvað svona e-diplomasi og svo talað raunveruleikann, að hann sé oft einhvern veginn svona og þetta er svo sem ofboðslega einföld vísindi en ég að skoða þetta í samhenginu þjóðfélagsverkfræði og ég tala oft hratt alls konar hugtök og oft koma síðan seinna í huga mér einfaldari aðferðir til þess að útskýra það sem ég að segja og þessi þáttur núna er tilraun til þess. Þannig að við getum kannski bara skellt okkur hérna í Paint teikniforritið og búið okkur til einhvers konar raunveruleika. Við byrjum að gera einhverja sæta rauða busta hérna til dæmis. Þá getum við ímyndað okkur að þessi punktur hérna sé þegar að víkingarnir voru að reyna að flýja skattheimtu Noregskonung. Og svo getum við sagt að hérna er punkturinn þegar þeir koma til Íslands og svona Íslandið er byrjað að byggjast aðeins. Og svo komum við aðeins lengra og þá er byrjað að mynda þetta þjóðveldi. Svo komum við aðeins lengra og þá er byrjað með þetta alþingi sem reyndar svolítið út úr kúrs, sko, við getum sett það kannski hérna. Og svo erum við kannski sittum hérna einhvern svona frá árinu 1900 sittum þann punkt hér. Og það sem ég að meina með þessum punktum er að ég fekk alltaf rosalega góðar einkunni fyrir þetta í skóla, ég var svo klár í að draga svona línur. Að við getum dregið línu nokkurn veginn í gegnum þetta er svona meðaltalslína í gegnum punktana, sjáðu þið. Liggur hún ekki cirka hér, segjum það bara. Og ef við gerum þá hring líka, höfum hann aðeins minni, að þá er nútíminn okkar staddur eitthvað staðar hér. Þetta er svona sá sjóndeildarhringur sem við erum með. Höfum hann bara órans. Að það sem ég að segja og þið vitið að ég tala oft hugtak eða orðatiltaki frá mér sjálf uppfundið sem ég kalla aflfræði eða aflfræði atburða og aflfræði þá þjóðfélagsverkfræðinar eða hvað við viljum kalla. En það sem ég að meina með þessu er að þjóðfélagsþróun er ákveðin lína og þið vitið að við sleppi steini sem í frjálsu falli til jarðar þá þarftu orku til þess að breyta stefnans
og sama ef þú ert í þessu tómarúmi sem er verið að segja okkur að sé til, ef þú ýtir hlut í fullkomnu þyngdarleysi þá heldur hann bara áfram þar til eitthvað annað hefur áhrif á hann. Og í þjóðfélagsverkfræði þá og ef ég held áfram að útskýra aðeins fyrst hérna, að sko þetta er nútíminn okkar hérna og ef við setjum okkur í einhvern punkt, veit ekki hvaða lit við eigum að hafa á honum, höfum hann skærrauðan hérna. Segjum að hérna er bara akkúrat nútíminn þar sem við erum stödd, eða sem sagt, þetta er hvar við erum staðsett núna. Og þetta hérna er sem sagt nútíð og þetta er fortíð og svo erum við að spá í einhverja framtíð. Og flest stjórnmál og samfélagsmál snúast að einhverja útreikninga á þessu eða umræður þetta, hvaðan við komum, hvar við erum og hvert við erum að fara. Nú, síðan getum við sagt eða hugsað okkur, það séu einhver öfl, New World Order og ég sagði að þessi punktur hérna, já ég get nú sagt bara sett einhverja tölur hérna, segjum að þetta sé cirka 1900 og hérna þetta sé cirka árið 1900 og þá er þetta hér 900, við segjum bara hvað var 870, segjum bara 850 og hérna erum við í var ekki 2015 sem við erum stödd í núna og hérna og svo er einhver framtíð framundan væntanlega og þjóðfélagsverkfræði hjá svona ræningum eins og við erum með í gangi, hún snýst að draga þjóðir af leið í hagnaðarskyni. Þannig að svona upp úr aldamótum þá byrjaði þessi vitleysa á Íslandi og það er verið að stefna með þjóðina einhvern veginn svona niður til helvítis sko. Og það er það sem er í gangi. Og þá spyr maður sig hvernig dregur maður þjóð svona af leið? Hvernig dregur maður þjóð út í tóma vitleysu og inn í svona vitleysu eins og er í gangi núna þar sem er verið að stefna með þjóðina í lögregluríki, fátækt, misskiptingu, viðbjóðs þjóðfélag sko. Við getum meira að sett hérna texta sko. Það sem við köllum þetta hryllingsþjóðfélag og hérna svona algjör hryllingsbúð og náttúrulega hefði maður meiri áhuga á því að það væri reynt að fara í einhverja ráttir en til hryllings og við getum sagt að þetta sé svona eðlilegur kúrs einhver
og ég ekkert endilega að segja að þessi þróun hafi öllu verið eitt stórt himnaríki sko. En það yfirleitt skynsemi að nýta sér reynslu aldanna til þess að ná betri markmiðum. Og þess vegna sjáið þið í þjóðfélagsverkfræði og heilaþvottastarfsemi og þessari skólastarfsemi og viðbjóði sem í gangi, þá það sem verið að gera, það verið að rugla fólk í nútímanum og það verið að ljúga og blekkja fólk með fortíðina. Að því að sko leyndardómur 2 punkta sá að ef að þú ert með 1 punkt þá getur þú dregið línu bara í hvaða átt sem það stefnulaust fyrirbæri. 1 punktur stefnulaust fyrirbæri, engin stefna. Og þess vegna vilja þeir á þessum punkti hérna búa bara til 1 punkt og að því þá geta þeir farið með bara allt í hvaða átt sem þeir vilja. En leið þú ert komið með 2 punkta þá ertu komið með stefnu. Þá ertu komið með eitthvað sem þú getur dregið línu á milli. Og leið þú getur dregið línu á milli 2 punkta þá ertu komið með einhvers konar stefnu eða þú getur ekki, þú getur reynda að dregið sjáðu svona, þetta á milli 2 punkta eða hérna, skilurðu? Það getur varjar aðeins, við myndum bara svona, for argument's sake. Þetta ennþá á milli 2 punkta sko og við getum dregið aðra línu sennilega hér á milli, nei, þessi var nú aðeins svo. Já, sjáðu, þetta rétt sleppur hérna á milli. Þannig sjáðu, það svo sem hægt að varjara aðeins á milli 2 punkta sko. En það erfitt að draga línu á milli þessara punkta og fara svo bara alveg hér onni í drullu svaðið sko. Og það það sem svo mikið í gangi núna að það verið að hylja og blekkja og ljúga að þeir fortíðina. Það verið að einangra þig á þessum eina punkti hér og svoleiðis dæld vitleysan í fólk hérna á þessum punkti og markmiðið að draga liðið onni í viðbjóðin sko. Og það í svona ákveðnu innra afli þjóðfélagana og þess vegna svo mikilvægt að læra af reynslu forfeðranna og það þess vegna sem talað í öllum vísdómsritum mannkynssögunnar að virða þá sem eldri, hlusta á öldunguna í hliðunum eða hvernig þetta sagt í mismunandi samhengi, en það yfirleitt alltaf talað að nútíminn dragi með sér þekkingu fortíðarinnar og ástæðan fyrir því að halda þessu continuity eða þessu samhengi hlutana að það sé ekki að draga þjóðuna bara út í eitthvað trilling sko. Og þið getið séð bara í fjölmiðlum og sögubókum og námsefni og bara hvar sem að þið litið onni þjóðfélagi þá sjáið þið þetta munstur. Og ég sit hérna 1900, það var aðeins fyrir 1900, 1850 eitthvað á þessu tímabili, þá kom eiginlega fram þessi viðbjóðs hugmyndafræði. Hérna aðeins áður en að þessi punktur kom sko.
Við getum sett hann bara einhvers staðar hér til dæmis. Bíddu nú við, var þetta ekki getum bara sett hann kannski hér. En hann er reyndar byggir á eldri hann byggir á eldri sögu, sko. Og ef ég færi þennan punkt, til dæmis hingað, já, þessi punktur er reyndar ágætur, sko. Að, hérna er þessi lína sem við teljum okkur vera á og mannkyn vill, svona en það er náttúrulega hérna alveg hræðilegir atburðir í gangi, skilurðu, en kynslóðirnar hafa skilið eftir sig eins og bara George Orwell sem var nú hérna á þessu svæði hér. Að George Orwell talaði um það að það sem að hann var að skrifa var ekki leiðbeiningabók fyrir harðstjóra heldur viðvörun til almennings. Og þannig að það virðist hafa verið algjörlega einhvern veginn misskilið. En ef við tökum aðra línu hérna, þá er þessi öfl hérna vilja fara bara í einhvern svona snúning, sko. Og til þess að komast upp með það, þá þurfa þeir að eyða af því að, sko, fólki þarf að vilja labba þessa braut, sko. Og til þess að breyta stefnu hópsins, þá þarftu að leggja svakalega orku hér í, að láta fólk gleyma fortíðinni, einangra það í svona litlum hring hér. Og svo bara dregur það hér beina leið til helvíti, sko. Og þannig að við erum í þessum hring hérna sem var skapaður ég ætla nú ekki kannski að gera þetta. Þessi hringur var skapaður, sko, þarna á þessu tímabili sem ég var að benda á. Og þannig að við erum núna á svona svolítið það er búið að vera að leggja gríðarlega orku í þetta ógeð í rúmlega 100 ár og kúrsinn er að fara það er svona, sjáðu, ég setti svona svif í þetta, sko. Þannig að það er ákveðið momentum sem ég er að sitja hér inn í, sjáðu, að það er svona þung orka að breyta þessu hér og svo er það einhvern veginn svona, svo fer þetta niður og svo bara húrrar þetta niður og hérna ertu komin í hryllingsþjóðfélagi eins og Elysium eða eitthvað slíkt og þeir eru alltaf að sýna myndir af þessu hryllingsþjóðfélagi. En til þess að ná þessu fram ef að ég veit ekki alveg hvernig ég á að teikna það, byrjum við, ég skal reyna það samt. Ef við hugsum þetta sem einhvers konar orkusvið, sjáðu, setjum við bara ljós grátt. Já, byrjum við, þetta teikniforrit er nú ekki það besta í heiminum, held ég. En allavega, þá sjáum við bara ef við tökum hérna gerum svona þríhyrning. Við tökum hérna eitthvað svona þríhyrning, þá er ákveðin orkupæling í þessu líka hjá mér, sjáðu þið. Já, þetta virkar nú ekki. Byrjum við. Tökum hérna bara busta með minnsta hérna. Ég skal reyna sýna ykkur. Sjá að þið takið hérna hér og hér. Byrjum við, virkar þetta? Þá hefur þetta átt að tákna þá stigmögnun sem þú þarft að beita orku og þess vegna er alltaf aukning á stríði, viðbjóði, hryðjuverkum, áróðursdæminu af því að
þeir byrja með frekar litla orku sko og þá frávikið frekar lítið, síðan magna þeir upp orkuna þangað til að hér fer þetta nánast bara að detta af sjálfum sér. Við getum hugsað okkur á milli línanna sé einhvers konar þyngdarafl eða segulmagn eða hvað við viljum kalla það og héðan frá og hingað einhver tala x sem að þýðir að segulmagnið hætt að virka og þetta bara dumpar niður til helvítis án mikillar orku. Þess vegna svo mikilvægt, við lifum á svo mikilvægum tímum og þess vegna til dæmis var ég svo hrifinn af því sem að Guðjón Hreinsberg og félagar voru að gera eða Guðjón Hreinsberg skrifaði stjórnarskrá endurreist þjóðveldis. Og við vitum til dæmis að Líbía var nokkurs konar þjóðveldis þjóðfélag og þessir hérna fjólubláu skrattar vilja náttúrulega ekki neitt svoleiðis, þeir vilja bara hryllingsþjóðfélag. Og ég vil reynda að fara aftar í ræturnar ástæðan fyrir því að víkingarnir íslensku voru að flýja var til þess að undan þessu skattaógiði. Og og það alltaf bara, það snýst alltaf það. En þetta svona sá sjóndeildarhringur sem við erum í núna og þetta svona þessi einföldu vísindi sem ég nota til dæmis í ýmislegt af mínum greiningum og ég þarf alltaf að finna að minnsta kosti 2 punkta sko til þess að mynda mér einhverja skoðun. Og þess vegna sjáum við stundum þegar atburðir gerast, þá ég þögull og ég segi ekkert í svolítinn tíma, þar að því ég bara með 1 punkt, sko. Og þannig ég þarf stundum að bíða örlítið eftir öðrum punkti og þá get ég fara að draga einhverja línu. En þá geri ég yfirleitt með miklum fyrirvörum að því maður þarf yfirleitt svona nokkra línur til þess að átta sig á samhengi hlutana. En þannig að þessi stigmögnun að ná hámarki hér að það verið að reyna að ýta þessum kúrfi niður til helvítis. Það verið að reyna að draga mannkyn frá þessum svona heilbrigðari línu sinni og þá ég, sko þau áttu ykkur á því að rannsóknarrétturinn og páfaveldið og konungsveldin öll og það allt í þessu fjólubláa. Þetta sjáið þið bara ef þið horfið á fötin sem þau eru í, þau eru allir svona fjólubláum fötum. Og fjólublátt svona royal liturinn, þannig að það var ekki tilviljun ég valdi fjólublátt fyrir þetta ógeð sko. Og brúnt kannski svona tengt jörðinni, jarðalitur. Og rautt bara rautt, það alltaf notað í kortum, svona rauði punktar. Ekki það skiptir máli, en þess vegna svo mikilvægt að vita til dæmis að við vorum að flýja, eða við vildum ekki taka þátt í þessu fjólubláa viðbjóði, sko. Það sem að örfáir safna öllum auðum jarðar og nota auðin til þess að halda öllum hinum í sárri fátækt og í hryllingi. Og þannig að við þurfum að byrja alveg þar. Af hverju vorum við að fara? Og til dæmis í Þýskalandi þá sjáum við öll þessi nöfn og svona Bæjaraland og öll þessi fylki eða hvað þetta heitir í Þýskalandi. Það allt saman fólk sem að sagði bara, við ætlum ekki að láta ykkur rukka skatta á okkur, við byggjum bara okkar eigið þjóðfélag hér við hliðina. Þannig hefur þetta alltaf verið og það eiginlega the original flóttamannastraumur að flýja undan þessum helvítis nýðingum sem eru alltaf í fjólubláu og dýfa því svo í rautt blóð. Að það svo mikil confusion, skipulögð ringulreið í gangi og það lagt sér á því stigmagnandi orka í ringulreiðina. Þess vegna svo mikilvægt að þið takið punktana
og til dæmis íslenskt þjóðfélag svona upp úr stríðsárunum, það var ofboðslega mikið sko, þeir sem voru að vinna í fiski fengu ofboðslega hátt kaup og það var svona þóttu frekar hallærislegir útgerðarmenn sem að voru að flytja inn þræla til þess að vinna fyrir einhverja aura á tímann sko, eða vinna fyrir mat og húsnæði bara. Og meira segir eru íslensku þrælarnir orðnir svo illa haldnir að þeir eiga ekki lengur fyrir mat og húsnæði sko. Þannig að við þurfum að horfast í augu við fjólubláu eðlurnar svo sem við vilja kalla það, eða fjólubláa litinn. Það skiptir raun ekki máli hvað það er, af því eins og ég hef sagt ofta að þetta er ekki úrsta, eða þetta er ekki stríð við, þetta er ekki barátta við fólk af holdi og blóði, þetta er barátta við andaveru vonskunnar í himingeimnum. Og sko vonskan er okkur í blóð borin. Það er eins og fræg saga að það var froskur sem að getur synt yfir vatn á auðvelt með að athafna sig í vatni, að kemur sportdreki og spyr hann: heyrðu froskur, ertu til í að bera mig á baki að synda með mig yfir lækinn? Og froskurinn segir: nei, ég er ekki til í það, því að þú ert sportdreki og þú drepur allt sem þú kemur nálægt. Og þá segir sportdrekinn: hvers vegna ætti ég að drepa þig þegar það þýðir að ég dey sjálfur, af því að ég er ósyndur en þú ert að synda með mig yfir. Og froskurinn fellur fyrir þessari lógík. Já, auðvitað, hann er náttúrulega ekki að fara að drepa sjálfan sig, eða hann er ekki að fara að drepa mig, af því þá deyr hann sjálfur. Síðan á miðju sundi finnur froskurinn sporðin á sportdrekanum reka sig á hól, og í því sem hann sekkur þá spyr hann sportdrekan: hvers vegna ert að þessu, þú ert að drepa okkur báða? Og þá svarar sportdrekinn: ég get ekki að því gert, þetta er mitt eðli. Og það er allar heimspekilegar pælingar og svona ævintýrasögur, hvort sem þær eru í ævintýrabókum eða biblíum eða kórunum eða hvað þú vilt kalla pappírinn sem það er á. Ég geri sjálfum sér enga mun á sögu hvort hún var skrifuð á pappír eða skinn, sagan er það sem skiptir máli. Og það sem að allar þessar pælingar er að glíma við eru froskurinn og sportdrekinn í okkur, af því að við eigum að vera komin lengra en froskar og sportdrekar. Við eigum að vera komin með meira vit, en sko það er alveg sama hvað ég segi ykkur, þessi penni er mjúkur. Hann er svo mjúkur að ef ég set hendina á hérna þá bognar hann. Ég ætla nú ekki að gera svona trikk sko. En þið skiljið að ég get talað með trú hann sé mjúkur eins og það sem ég þurrka af gleraugunum með. Ég get sagt hann er svona mjúkur. Svo kem ég við hann og hann er alveg grjótharður. Þannig að það er alveg sama hvaða hugmynd ég hef þennan penna. Það er alveg sama hvað ég segi ykkur oft eða mér oft, hann er mjúkur eins og dúkurinn sem ég þurrka gleraugu með. Það er alveg sama hvað ég segi oft, og jafnvel þótt ég skrifa það niður í bók og skrifi heila bók það hvað þessi penni er mjúkur, þá fyrr eða síðar mun raunveruleikinn benda mér á, eða fyrir að síðar mun ég komast að raunveruleikanum. Eins og til dæmis, ég get ekki notað þennan klút til þess að stinga í gegnum hendina á mér. Það er nánast ómögulegt sko. En ég get tekið þennan penna og stungið honum hressilega í gegnum hendina á mér. Og það er annað element sem að kemur fram í kortunum hérna.
að það sem ég hef stundum talað og ég ætla að setja það hérna aftur reyndar, það svona línurit, það bara svart, sjáðu, að sko ef að þú ert með svona eitthvað línurit og þetta bara einstaklinginn miðað þig og þetta það sem þú heldur að þú sért. Já, ég alveg frábær, svo bara já, nei, ég ekki svo frábær og svo bara já, þetta alveg bara æðislegt sjáðu. Og það eitthvað svona sjálfsmynd sem þú hefur. Og svo getum við gert hérna bara línu sem að segir svona nokkurn veginn hvernig þú ert, segjum þú sért aðeins að þroskast, sko. Gefum okkur það. Og yfirleitt minnkar þessi kvöl með aldrinum, sko. Að það sem hérna á milli, gerum það bara alveg eldrautt. Það sem að liggur hér á milli, þessi flötur hérna, þetta kvöl mannsins. Það munurinn á milli þess sem þú heldur að þú sért og það sem þú raunverulega ert. Það kvöl þín. Og þeir sem eru nú svona nokkuð nálægt sjálfum sér, að þeir lifa yfirleitt svona grænt, allt vænt sem vel grænt. Segjum að einhver lifi hérna á grænu línunni, svona örlítið yfir raunverulega, þetta það sem að menn kalla svona jarðtengt lið, sko. Og það oft sem að menn sko jarðtengjast meira með aldrinum meira að segja. Þannig að þá þetta lið, þetta mikið bændur óbúslega jarðtengdir, sko. Eða svona, það Amis fólk svakalega vel jarðtengt til dæmis. Og segjum bara þessi sé alveg á línunni, þá eiginlega engin kvöl. Af því að þú ert það nálægt raunveruleikanum. Og á sama hátt getum við hort á þessar tvær línur hérna að kvöl mannkyns eykst í beinu hlutfalli við skilið hérna á milli og verður alltaf bara hræðilegra og hræðilegra. Þannig að þetta svona aflfræðin í þessu, ef við getum kallað það. Og það þess vegna sem að hörmungar mannkyns eru alltaf að aukast. Og sama var þegar að kaþólska veldið eða öll þessi kirkjuveldi voru að brenna fólk á báli og allt það rugl, sko. Það í sjálfum sér var ekkert betra eða verra eða neitt slíkt, sko. En ég ætla aðeins að teikna fyrir ykkur. Sko, kaþólska veldið, farísear og fræðimennaveldið, þeir voru brennandi fólk í 600-700 ár. Og ég ætla að sýna ykkur hérna. Og ef að þessi vídeó, ef að skjátælingarna virka ekki, þá þetta vídeó nokkuð ónýtt, ég átti ykkur á því. En við getum gefið okkur svona að þessar kaþólsku nornabrennur og allt það kjaftaði. Ég ekki alveg með tíman á því, en gefum okkur það bara. Það hafi verið svona fjólublátt frá hvar, sko. Að á einhverjum tímapunkti endar þetta, sko. Og þá þarf mannkyn, núna reyndar ætlað að útrýma öllu mannkyni, en hérna virðist vera að mönnum hafi tekist á einhverjum tímapunkti að það byrjaði svolítið áður en að allt fór til helvítis hérna. Það virðist vera að mannkyni hafi tekist að krafla sig tilbaka á svona það sem við teljum heilbrigða línu, já, það sem ég var að segja allir þess að á Íslandi gastu farið bara að vinna í fiski og þú
hús og bíl og sparnað og bara lifðir mjög góðu lífi. Þeir sem voru að yrkja náttúruna á Íslandi höfðu það mjög gott. Og Íslendingar hafa alltaf haft það mjög gott þegar þessir helvítis ræningjar ekki að vaða upp allar sveitir og misþyrma fólki í einhverjum sýslumannsbúningum eða hvernig búningum þeir mæta í hverju sinni, hvaða fjólubláa filter þeir sitja yfir sig á þeim tíma. Og sama gildir með dímonaseringuna á til dæmis Biblíunni og að menn eru einhvern veginn það var hluti af því sem var gert á Íslandi var að eyða viskubrunni sem sagt af hinum kærleiksfulla trúararfi og ég nenni ekki að vera í þessari umræðu sko ef ég myndi til dæmis segja að flestir Asíubúar eru frekar smávaxnir þá hey ég þekki einn stóran Asíubúa, hann hávaxinn sko, ég nenni ekki að tala um þetta einu sinni að meira þess að sjá við Amis fólkið sem ég alltaf að vera hrifnar af, ég minnst á það áður að Eygló Harðardóttir félagsmálaráðherra var að velta fyrir sig hvernig byggjum maður hús, ég veit ekki hvernig það var eitthvað svona að vera að pæli því, við erum alltaf með svo mikið af vitringum í gangi að við það þessi heimska sem ég að tala um að ég var nú svona svolítið bara að stinga upp á því að við myndum senda kettlinguna ég þekki ég kynntist Eygló aðeins og þetta alveg öndvegis manneskja að tala við alltaf við það og sem ég segi, þetta snýst ekki baráttu við fólk að holda blóði heldur að anda vera heimskunar en Amis fólkið kann að byggja hús já, þetta allt saman byggt hjá Amis og það engir verkfræðingar eða neitt svoleiðis lið í gangi og þeir koma bara allir saman og húrra upp húsum eins og ekkert sé og það ekkert vandamál þetta bara gert og þetta hér á þessu sviði hafa Amis meiri visku heldur en Íslendingar allir saman komnir sem að sannar enn og aftur heimsku Íslendingar eru svo heimskir að þeir geta ekki gert þetta fyrir ofan þeirra greindar svið þeir hafa ekkert vit í kollinum lengur Íslendingar eru upp til hópa hreinir heimskingjar og það að hluta til ef ég sýni ykkur aftur hérna krótið mitt það það sem að gerast hér það þessi áætlun hérna í fjólubláa að gera ykkur alla heimskingjum og það virðist að hefnast þess vegna kúrsinn á leiðinni beina leið til helvítis og sá kúrs mun bara öðlast meira momentum og hlutinni versna bara á versna þá er allt hreinur og núna eru fjólubláa liðið með miklu meira af viðbjóði til þess að beita gegn almenningi og þetta í raun sára einföld vísindi og forheimskun snýst það að taka einfaldleikan frá ykkur og heilbrigðu skynsemina og ef að þið hafið hvorugt þá þurfið þið bara til enga ykkur það og það þýðir gríðarlega mikil vinna, pæling og svo getur vel bara nennið ekki því bara það sé eitthvað kúl að fara til helvítis sjáum meira þess að í tónlistariðnaðinum þar verið að
selja þá hugmynd að það sé svo frábært að vera í helvíti þar sem að það má pynta þig og brenna þig og gera allt við þig sem að elitunni sýnist. Sjá til dæmis í Skotlandi þá setti breska hernámsliðið setti lög að aðalsmennirnir reiðu brúðunum. Ef að fólk gifti sig, þá var brúðurinn send í rýðingar upp í kastala. Og það er örugglega eitthvað sem þið fílið, er það ekki? Og svo gátu þeir náttúrulega bara tekið hvern sem er og gert hvað sem þeim sýndist við þá. Og það er þetta helvítis þjóðfélag sem við erum að renna í. Og það er til dæmis verkin sýna merkin. Ég hef sýnt ykkur merkin af því að það er verið að valdstjórnin svokallaða, fjólubláa valdstjórnin, að hún er að skrifa sér alls konar svona lög. Bara, ég meina til dæmis ef að valdstjórnin skrifar þessi lög að þeir sem eru í valdstjórna mafíunni mega að ríða öllum sem þeim sýnist og ef það er brúðkaup þá er það skylda samkvæmt lögum að valdstjórnin ríði brúðinni fyrst. Ég meina, er það ekki bara til leið? Þá bara farið með þá þannig bak við lögreglustöðun og þar er brúðunum riðið af öllu valdstjórnarapparatinu. Er það ekki bara í lagi að það stendur í lögum? Hvað er að því? Menn, það er lýðræðið, ekki? Það er ofbeldisræði. Það er það sem er í gangi. Takk fyrir komin á Frelsi TV. Munið að styrkja mig ef þið getið. Það er PayPal út allt. Það er gott að taka við PayPal við blekkingapenningum. Á meðan einhver aðrir blekkjast þess að taka við þeim, þá eru þeir ágætir. En ég ætla að hvetja ykkur til þess að hlusta á það sem að Guðjón Reynberg er að gera. Það er óbúslega gott að hafa 2 punkta líka í þessari vinnu. Ég er ekki bara svona 1 punktur. Og hann er að gera mjög góða hluti og endilega styrkið hann líka ef þið getið. Takk fyrir komuna, verið sæl.